¿de qué parte sos? Yo de aquí. Ah, mira. ¿Tú de qué parte eres? Del norte. Komið sæl og velkomin í Spursmál, föstudaginn 27. apríl. Gleðilegt sumar. Það eru mörg stór mál á vettvangi þessa vikuna eins og endranær. Eitt af þeim stóru varðar Vestfirði og orkuskortinn sem að íbúar þar búa við. Forstjóri Orkubús Vestfjarða hefur lýst þessu ófremdar ástandi fyrir landsmönnum á síðu Morgunblaðsins. Landsvirkjun sér hún í grjót í Þórisvatni og orkubúskapur þessa risafyrirtækis verri heldur en í marga áratugi á undan. Þetta mál sem við þurfum að skoða, enda Sundlaugin og Hólmavík þar sem börn þurfa að læra að synda og aðrir með. Hún rekin á tugum þúsunda lítra af olíu á örfáum mánuðum. Þetta ástand sem ekki unnandi við. Samfylkingin hefur reyndar sett orkumálin á oddinn í nýrri skýrslu eða greinargerð sem flokkurinn hefur sent frá sér. Þar lýsir hann því yfir að á næstu 10 árum vilji flokkurinn auka orkuframleiðslu í landinu 5 teravattstundir. Það það bil 25% aukning á allri orkuframleiðslu í landinu og það verður fróðlegt að sjá hvernig Kristrún Frostadóttir sem á þessari glæsilegu forsíðu bæklingsins frá þeim, hérna með íslenska fánan í forgrunni, hvernig hún ætlar að fá Vinstri græna, Framsókn og aðra flokka í þinginu til þess að vinna með sér að þessu. Það ljóst að það þarf að taka nýtingarflokkin í rammaáætlun rækilega í gegn og nýta hann á næstu árum. En það eru fleiri mál sem að brenna á landsmönnum. Í vikunni stóð Hildur Björnsdóttir, leiðtogi Sjálfstæðismanna í Reykjavíkurborg fyrir gjörningi í Ráðhúsinu. Hún ásamt fleirum lagði 1600 vettlinga á gólfið í Ráðhúsbyggingunni til að tákna þau börn sem að bíða núna eftir leikskólapláss í Reykjavík. Það alltaf heljarþrömm í leikskólamálunum og Sjálfstæðismenn hafa lagt til að hinn svokallaða Kópavogsleið verði farin. Það leiðin sem að Ásdís Kristjánsdóttir bæjarstjóri boðaði og hratt í framkvæmd. Þar hafa menn dregið úr fjarvistum kennara, skólarnir eru opnir meira og minna miklu meira heldur en áður var, á meðan að margar skólastofnanir í Reykjavík, leikskólastofnanir, standa auðar. Þetta risastórt mál og varðar hagsmuni ekki aðeins okkar yngstu borgara, heldur þjóðarinnar allrar. Hér eftir örskamma stund verða hjá mér þau Stefanía Óskarsdóttir, stjórnmálafræðiprófessor og Halldór Halldórsson, forstjóri Íslenska Kalkþörungafélagsins. Þau ætla að fara yfir fréttir vikunnar, en að loknu því spjalli kemur hingað í sæti til mín Baldur Þórhallsson, forsetaframbjóðandi. Herragarðurinn klæðir þig vel. Við kynnum spennandi útgáfu af Sirius rjómasúkkulaði með hnetum, rúsínum og karamellumöndlum aðeins í takmörkuðu magni. Sirius, fyrir hið ljúfa líf. Mitt uppáhalds Prins Pólo. Kia Sorento setur ný viðmið í þægindum og gerir allar ferðir betri. Komdu og reynslögtu. Askja, Krókhálsi. Rýmingarsalan í Betra baki Faxafén hafin. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30–70% afslætti. Nýttu tækifærið og gerðu góð kaup. Betra bak leggur grunn að góðum degi. Komið sæl aftur að skjánum. Þau eru komin hingað á borðið Halldór Halldórsson sem forstjóri Íslenska Kalkþörungafélagsins og Stefanía Óskarsdóttir sem prófessor í stjórnmálafræði. Við ætlum að fara hér yfir fréttir vikunnar næstu mínúturnar. Komið sæl og blessuð bæði tvö. Já, takk. Sæl. Ég held að það verði bara áhorfendana vegna, Halldór, aðeins að skýra þetta með Íslenska Kalkþörungafélagið. Þetta mjög, ég segi, óárennilegt orð. Þetta mjög óárennilegt. Hvað eru það að gera þetta fyrir vestan? Við tökum kalkþörunga að botni Arnarfjarðar. Það að segja dauða kalkþörunga, bara set. Og við höfum engan áhuga á lifandi kalkþörunga, þeir eru mikilvægi fyrir lífríki. Við þurrkum þá mölum, pökkum, annars vegar í fóðurbæti sem fer út allan heim, meðal annars í veðhlauparhossi í Sádi-Arabíu og mjólkukýr út allt. Og svo hins vegar í manneldi sem svo áfram unnið í Vestmiðum á Englandi
og það að fara í sojamjólk og það að fara í ávaxtarsafa. PepsiCo kaupir til dæmis mjög mikið á okkur, Del Monte ávaxtarsafarnir. Það ýmis vörumerki, ef fólk spyr mig hvað við séum að gera, ef ég heima á viðkomandi þá fæ ég stundum að opna ísskápinn og tékka á, og það yfirleitt einhver vara í ísskápnum sem með kalsíum bætt frá okkur. Þetta bara fæðubótarefni? Fæðubótarefni, já. Fóðurbætir annars vegar og fæðubótarefni hins vegar. Hvað náið þið miklu úr firðinum, Arnarfjörðunum, geysilega stór og mikill fjörður? Það eru 21 milljón rúmmetra af kalkþörungaseti í Arnarfirði og við megum taka 2,7 milljónir á 30 árum af því. Já. Svo eru 100 miljón rúmmetrar í Ísafjarðardjúpi og þar eru við komið með leyfi og stefnum á að byggja verksmiðju í Súðavík á næstu árum. Eru þetta silfurnámur okkar Íslendinga? Já, þetta hefur aldrei verið notað við Ísland og það gríðarlegt magn af þessu og við höfum verið að gera tilraunir með að flytja lifandi kalkþörunga á aðra staði, sjá hvort þeir lifa áfram, samstarfið Hafró og það hefur gengið mjög vel. Þannig að við teljum okkur í rauninni vera, við getum ekki sannað að vísindilega, það tekur langan tíma, en við teljum að við séum að bæta lífríkið með þessu vegna þess að við erum að skapa skilyrði fyrir kalkþörunga að vaxa aftur á ákveðnum svæðum. Þetta gott. Verðmætasköpun úr íslensku fjörðum. Já, en ég þóra að veðja að þú getur alveg fundið fólk sem eru á móti þessu eins og öllu. Já, þá við allar skapaða hluti, sérstaklega eru góðir. Stefáni, ég hugsa til ykkar stjórnmálafræðingar að þetta mikil gósen tíð þessa dagana, það eru sveitarstjórnarkosningar í Vesturbyggð, það eru biskupskosningar og það eru forsetakosningar og það eru jafnvel yfirvofandi þingkosningar og það eru þetta forsetakosningar í haust í Bandaríkjunum þar sem þú þekkir til. Ertu ekki bara á sólarhringsvakt að fylgjast með þessu öllu? Það má eiginlega segja að ég sé að einbytta með að ég fylgjast ekki ómikið með öllu og taka ekki ómikið inn á mig. Sérstaklega ekki að þessum erlendum fréttum sem hafa verið náttúrulega alveg skelfilega núna mánuðir saman eða jafnvel árum saman. Hörmungarnar í Úkraínu, óeldin á Gaza og það allt saman. Og maður má eiginlega hafa það allan við að verða ekki bara hvað maður að segja. Já, þú veist, þetta eru erfiðir tímar sem fólk víðum heim að fara í gegnum og í samanburði það þá myndi ég nú segja að hér hjá okkur sé allt í lukkuna velstandi en það bara ekki vinsælt að tala það. Það má helst ekki nefna að hér sé allt í blóma vegna þess að það auðvitað sitt sýnist hverjum og það hafa ekki allir jafn gott. En ég sé það líka að það að vera stjórnmálafræðingur mjög skemmtilegt og það alltaf áhugaverðir tímar. Ég fæ nefnilega oft þessa spurningu, það lítur að vera gaman að stjórnmálafræðingur í dag. Ég segi það gaman alla daga því það alltaf eitthvað áhugavert að gerast. Og kosningar auðvitað með reglubundum hætti hér sem eru mikil forréttindi og alls ekki nema lítill hluti heimsbyggðarinnar sem býr við þau. Já, og þegar ég að útskýra fyrir erlendum aðilum til dæmis matsaðilum sem hingað koma eða bara stjórnmálaskýrendum öðrum, stjórnmálum í Íslandi, þá hefur þann fyrirvara að því að þetta fólk geti hafa talað við hinn og þennan líka, að það oft svo mikil hávaði í stjórnmálaumræðinni eins og allt sé að fara alveg til andskotans. Það svo óboðslega mikil tilfinningarhitt og læti og hávaði eitthvað sem að í grunninn flestir eru samt á endanum nokkuð bara sammála og þegar allt kemur til alls þá getur fólk unnið saman að lausn mála og svona yfir höfuð segja að Íslendingar eru bara mjög praktískir, þeir eru mjög pragmatískir, vilja leysa vandamál sem kom upp. En auðvitað eru hagsmunir ólíkir og það tekist á og á endanum finnst ykkur viðeigandi lausn. Þannig að stuttasvarið stjórnmálafræðin skemmtileg. Núna stöndum við frammi fyrir praktísku úrlausnarefni. Það að velja nýja þjóðhöfðingja. Það auðvitað ekkert smámál en það öðruvísi mál heldur en í Frakkland og Bandaríkjunum þar sem að formleg völd eru meiri og meiri tenging við framkvæmdavaldið. Við höfum verið að birta kannan núna sem að sýna Baldur Þórhallsson sem að verið hjá mér eftir með dálitla forystu, þó ekki tölfræðilega marktæka á Katrínu Jakobsdóttur sem að nýstíðin úr stóli forsætisráðherra. Sem stjórnmálafræðingur, hvernig horfir þetta við þér? Kemur þessi staða sem að teiknast upp í kosningabaráttunni þér á óvart eða haldið þetta yrði með öðru móti? Nei, það alltaf kom svona svolítið óvart að Guðni forseti hætti og þá fóru nú að koma fram hugmyndir ýmsa
og Baldur er nú ágættur kollegi minn og í skrifstofu bara við hliðina á mér þarna á ganginum. Ég sá nú fljótt að hann hafði var að íhuga þetta alvarlega vegna þess að hann hafði fengið alls konar áskoranir og annað slíkt og svo beið maður eftir því að Katrín myndi láta verða að því að bjóða sig fram. Vistu, nú svolítið að bíða eftir því en það kom og varð og hinn eru þessir sem að hafa bóðið sig fram eins og við vitum og ég veit ekki, sumt hefur komið óvart varandi það bara hversu óskaplega fjöldi að fólki hefur áhuga á þessu embætti, það kemur mér verulega óvart og að líka að fólk virkilega kannski telja mjög svona létt verk að fara í kosningabaráttu og vinna framgangi sjálfsins. Ég held nefnilega að það sé auðveldur að vera í framboði fyrir lista eða flokk og tala máli stefnu og flokks heldur en að þurfa að tala bara máli sjálfsins. En auðvitað fólk sem fyrir gegnum prókjur, það vant því, en svona einstaklingsbarátta þar sem ekki verið að kjósa málefni nema mjög litlu leyti snýst á endanum bara upp í umræðu persónar og þegar kemur að embættinu þá hef ég ekki tekið eftir neinum svona áherslumun í því sem að fólk, hvernig fólk sér fyrir sér að það muni sinna sínu starfi. Svipuð áferð á þessu öllu? Já, vegna þess að í grunninn náttúrulega embættið tiltölulega valdalítið, það samt sem áður mikilvægt og að því leytinu til að þetta svo aðili sem formulega undirritar ýmsa gjörninga sem að Alþingi samþykkir og ráðherrar og og við vitum að vægi embættisins óx með ákvörðunum Ólafs Ragnars að synja lögum staðfestingar og þess vegna þarf auðvitað að hafa það í huga þegar einstaklingar eru valdir í þetta embætti að sko þeim sé treystandi bæði til að gera rétt þegar kemur að þessum ágæta málskotsrétti 27. greininni að það sé ekki vera að vísa málum í þjóðaratkvæðagreiðslu sí og æ og ganga þannig á þingræði eða rétt Alþingis til að setja lög og annað. Snýst dómgreind og karakter. Já, en á sama skapi verður auðvitað að vera sveigjanleiki svigrúm til þess að skjóta málum til þjóðarinnar komi upp þannig aðstæður. Þannig að þetta mikilvægt embætti en á heildina þetta svona hvað ég segja, það er verið að velja góðan fulltrúa fyrir Íslendinga sem að við getum verið stolt af á alþjóðavettvangi og líka innanlands, einhvern sem er gaman að hlusta á, flytur áhugaverða góða ræður, hvetjandi og styrkjandi og bara okkur til sóma, við erum að velja svoleiðis manneskju. Akkúrat, hér við borðið maður sem hefur marga fjöruna sopið í kosningum og prókjörum og allslags pólitískum slögum. Halldór, þegar þú horfir á stöðuna og þessar kannanir sem að teikna upp myndina eins og landi virðist líka, eitthvað sem að kemur þér á óvart þarna? Nei, jú, fjöldinn sem hefur áhuga á þessu. Já. Ég ekki alveg sammála Stefáni, mér finnst ákveðin munur á þessum frambjóðendur sem að maður telur að verði frambjóðendur. Ég held reyndar að 1 eða 2 eigi eftir að draga sér tilbaka, jafnvel þó við séu búin að ná lágmarkinu. Það geti orðið frétt næstu viku, ég veit það ekki. Já. En mér finnst, við vita mest sko Höllu Tómasdóttur, Katrínu og Baldur einhvern veginn sko. Þau allan að hafa svona skýra sín á embætti finnst mér og hafa útskýrt svolítið. Aðri frambjóðendur eiginlega ekkert hafa útskýrt hvernig þið sjá það fyrir sér. Það alveg einn kandidati sem hefur bara skotist upp á stjörnuhimninum á örfáum vikum, Halla Hrund Logadóttir. Hún hefur ekki sagt neitt finnst mér hvernig annað en bara eitthvað, einhverja svona, bara svona eins og góðu Dale Carnegie námskeiði sko, hvernig hún vilji leiða fólk saman og eitthvað búa til teima og eitthvað svoleiði sko. Það verður bætt úr því hér á föstudaginn vikuliðinni, þá kemur hún hér í spursmál og þá verður við margsvísari held ég. Já, ég held nefnilega að þegar það verður farið að taka innan úr þessum frambjóðendum þá verðum við margsvísari. Ég efast ekki þetta allt saman frambærilegt fólk. Og við Íslendingar höfum alltaf efast auðvitað mikið þá sem hafa að lokum verið kosnir og en ég held að við höfum alltaf bara verið með góða forseta, sjálfur sér.
ég held að það sé nú bara niðurstaðan. Fyrir að vera einst okkur vel. En margir hafa nefnt í þessu sambandi svona út frá pólitíkinni að fylgistölurnar sem Katrín mælist með svona í kringum 30% öðru hvoru megin við það aðeins neðar endar í nýjustu konunni hjá okkur að þetta sé mun minna fylgi heldur menn gerðu ráð fyrir að hún myndi mælast með í upphafið aldrei eins og þegar Guðni T. Jónsson fór fram 2016 og var að mælast með 70% eða hvað það var. Hefðu menn átt að gera ráð fyrir því að fráfarandi forsætisráðherra væri með meira fylgi? Alls ekki, það hefur verið vita lengi að Katrín hefur umtalsvert persónufylgi, mun meira heldur en VG hefur nokkuð haft. Margfalt. Já, mun meira og en hún hefur verið forsætisráðherra núna í rúmlega 6 ár, eða var forsætisráðherra í rúmlega 6 ár, fórst það mjög vel úr hendi að því leitum til að þarna var verið að leiða saman 3 ólíka flokka, heilt yfir þá gekk samstarfi bara prýðilega en það vita þyngdist aldrei róður en síðasta sumar, sérstaklega þegar urðu ráðherraskipti í Sjálfstæðisflokknum, Jón Gunnarsson var það yfirgefa ráðherrastólinn og þá fór maður að heyra meiri gagnrýni innan Sjálfstæðisflokksins á þetta ríkisstjórnarsamstarf og svona margir, eða ekki margir, einhverjir aðilar sem töluðu fyrir því að slíta samstarfinu og svo framvegis. En áfram hefur þetta haldið, hljóma svolítið þess að það í gamli vísunni. 3 hjólum til bínum. Þetta hefur gengið og margir þökkuðu það svona góðri verkstjórn Katrínar en þá vil ég aðeins taka smá hliðarspor og útskýra að forsætisráðherrar á Íslandi eru þetta ekki leiðtogar yfir ráðherrunum því að við höfum þannig fyrirkomulega hér hver ráðherra með bara fórustu í sínum málaflokki og ber einn ábyrgð á því. Þetta ekki fjölskipað stjórnvald ríkisstjórnin? Alls ekki, en forsætisráðherrann gegnir þó því hlutverki að vera svona talsmaður ríkisstjórnar út af við og passa upp á samhæfingu og það var nú eitt af því sem kom út úr landsdómsmálinu yfir Geirharði að forsætisráðherra bæri að hafa góða yfirsýn og vera svona verkstjóri að einhverju leyti. Og, eins og það verið eitthvað nýtt. Já, en allavega að sem sé, það var svolítið hefur verið að bratta að sækja á ríkisstjórninni. Já. Og þess vegna var þetta ekki auðvelt ákvörðun hjá Katrínu að finna þennan rétta tímapunkt að stíga úr einu hlutverkinu í næsta og margir efist, eða einhver efist að hún myndir hennilega að gera það, vegna þess að það væri of flókið. En nú hefur ríkisstjórnin sitt líkna að sjóa eftir þannig að það hefur ekki skaðað hana? Nei, alls ekki, en þá því haldið til haga af þeim sem eru andstæðingar ríkisstjórnarinnar að hún hafi gert að voða verk að einhvern veginn skilja eftir og eðan forsætisráðherrastól sem var svo fylltur með Bjarna Benediktssyni. En ég meina það allt hegi í harðindum og öllu náttúrulega tjálta til í kosningabaráttu. Þannig ég verð nú að segja að svona fylgi kringum 30% þar sem að margir valkostir og Baldur hann mældist strax bara fekk vinsæll og hans verkefni að viðhalda þeirri stöðu sem að hann hafði en þetta ekki sömu tölurnar og Guðni var að mælast með í upphafi eins og þú nefndir þegar Guðni 2016 kemur fram sem forsetaframbjóðandi þá rosaleg sveifla með honum upp og það var eins og engin ætti neitt séns í hann en svo seig það nú niður en hann endaði með tæplega 40% fylgi en við getum bara bent á það til dæmis að Vigdís, við vitum það að hún vann þarna með ekki svo miklu með og reyndist mjög farsæll forseti. Þannig að þetta hörð keppni og þetta segja sumir það ætti að vera þannig að við hefðum síðan svona seinni umferð og þetta var svolítið rætt árið 1944 hvort það væri ekki rétt að hafa seinni umferð fyrst að þetta fara að kjósa forseta og þá komu þessi svona gamlu góðu íslensku rök, ég var að segja á hana við erum svo praktísk að mennum fannst að vera óþarfa vesen og kannski fyllt dýrt líka að vera að leggja í aðra umferð. Já. Að bara það líti að vera þannig að fólk fyndi út úr því að velja þann besta. Það var svo langt á kjörstaði í þá daga sko. Já, það var óþarfa snúningar fannst þeim.
Þetta eru spennandi hlutir en við munum verða einhvers vísari hér á eftir þegar Baldur kemur til mér og svo munum við ræða við Höllu Hrund vikuna þar og eftir og svo rekjum okkur niður listan, allavega þá kandidata sem að ná 10% í könnunum hjá okkur. Mér langar til að færa talið að öðru stóru máli sem að hefur verið í talsverðum fókus að undanförnu, meðal annars á forsíðu Morgunblaðsins á mánudaginn. Það tengist þínum heimaslóðum, Halldór. Orkubú Vestfjarða að lenda í miklum skakkaföllum vegna orkuskorts og við sjáum einfaldlega bara á tölum frá Landsvirkjun að það sér nánast ofan í grjót í Þórisvatni. Þessi stóru batteri sem ég kýs að kalla uppistöðulónin okkar, það mjög lítið vatn að hafa. Það verið að brenna tugum þúsunda lítra af olíu bara til þess að halda sundlauginni á Hólmavík gangandi svo að hægt sé að kenna börnum sund. Það ekki við þetta búið lengur. Nei, og búið að liggja fyrir í allt og langan tíma og það verður bara að segjast eins og að það bara stór hættulegt að þegar að svona öfluga raddir eru nánast ráðandi í umræðinu og hafa verið allt og lengi sem að segja að það nóg rafmagn til. Það nóg rafmagn til, það bara gera þetta einhvern veginn öðruvísi. Og í rauninni það sem að þetta fólk að segja, sem kemur fram fyrir öflug hagsmunasamtök eins og Landvernd, sem náttúrulega reyndar ótrúlegt að sé ekki skráð sko, sem hagsmunaverðir sko, að þau í rauninni að segja sko, slökkvum bara á einhverju verðmætasköpun og þá verður til nóg rafmagn. Að sjálfsögðu ef við slökkvum á verðmætasköpum eins og álverum eða PCC bakka eða hvað þetta heitir, þá gerist það. En þá líka bara verðum við miklu fátækara þjóðfélag og okkur veitum nú ekki af að auka tekjurnar í þessu samfélagi frekar en hitt. Okkur fjölgar og við þurfum að standa undir mikilli samneyslu. Orkubú Vestfjarða sko, að keyra alla fjarvarmaveitur á olíu og fer sko úr einhverjum 200.000 lítrum á ári vel yfir 1 milljón lítra á olíu. Hugsa ykkur hvað þarf marga bíla að keyra vestur með olíu bara til þess að koma þessu. Þetta gríðarleg mengun sem að þessu líður. Svakaleg mengun og tala nú ekki sko kostnaðin við að flytja alla þessu olíu inn þegar við getum framleitt þetta allt saman sjálf. Og þetta auðvitað orðið þannig að við erum með það sem kallaði skerta afhendingu á orku til verksmiðjunnar á Bíldudal. Á vestfirska vísu erum frekar stór notandi með 6 megawatt. Og við bara þurfum að sætta okkur við það að ýmis áföll í kerfinu því að við þurfum bara að slökkva á verksmiðjunni. Og bara með 30 manns í vinnu Þurfið þið að gera það reglulega? Neyðumst þess að gera það. En getið þið brennt olíu? Nei, við erum ekki með þannig kerfi og það væri bara gríðarlega dýrt og við nánast þyrftum að hafa jafn öflugt kerfi eins og varaafl Landsnets í Bolungarvík sem getur framleitt 10 megawatt með dísilrokkum. Og þetta að gerast á sama tíma og við eigum fullt af virkjunarmöguleikum. Við eigum virkjunarmöguleika á Vestfjörðum en við erum búin að vera í svo ótrúlegu klúðri með þessi mál á undanförnum árum en það bara sárgrætilegt. Í þessu landi sem býr yfir öllum þessum orkumöguleikum og hvað erum við að fara yfir í hvað, 1,3 milljónir, nei, hverja voru stærðirnar, sko, við erum með þegar við tökum alla orkuframleiðslu á Íslandi, sko, þá erum við að framleiða 40% með dísilolíu. Maður fer inn á vefinn orkuskipti.is og það þessar tölur þar. Þá ertu að taka sjávarútveginn með? Já, þá erum við að taka allt saman með og við eigum svo ótrúlega möguleika á að draga úr olíunotkunni, en við erum ekki að nýta þá og við erum með bara allt og marga hér á landi sem að tala gegn því að nýta þessa hagkvæmu möguleika. Þeir lýsa þessu sem neyðarástandi fyrir vestan. Við sjáum þessa svipuðu stöðu í verksmiðjunum fyrir austan. Á Höfn í Hornafirði eru menn farnir að keyra þetta á stórum dísilköllum til þess að geta haldið starfseminni gangandi hjá Skinnið Þinganesi. Maður veltir fyrir sér, nú er þetta mjög stór pólitískt mál. Geta þessi mál ekki smitast inn í forsetakosningarnar þegar að fráfarandi forsætisráðherra til tæplega 7 ára fer hringinn í kringum landið og að kynna sig á sín stefnumál? Er þetta eitthvað sem að fólk skilur bara einfaldlega að? Eða orkumálastjóri? Já, orkumálastjóri. Já, sem hefur nú, Orkustofnun hefur nú þessi mál að segja. Ættu þessar forsetakosningar kannski bara snúast orkumál? Sko, ég meina, samtalið mikilvægt og það blasir svolítið við mér að við í Reykjavík, við Reykjavíkar eða fólkinu á höfuðborgarsvæðinu, við erum ekki
mörg hver í mjög góðum tengslum við atvinnulífið fyrir utan bæinn. Þannig að það til dæmis mjög lítið skilningur hjá til dæmis ungu fólki í Reykjavík á sjávarútvegi og bara svona, þið vitið, lífinu hvar verðmætin verða til í raun. Já, og og einhvert, þið vitið, talum að það vanti orku hér og þar. Þetta brennur ekkert á mér, ég hérna í bænum sko, ég kemst alveg í iPadinn og það alltaf rafmagn hjá mér, þannig að þetta lítur að vera eitthvað vitleysa, eða ég ekkert að spá í þetta er ekki mitt mál. Nei. Ég hérna, þið skilja, fólk sér hlutinu út frá sjálfu sér og við búum flest hér á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að hérna, VG sækir fylgi sitt til höfuðborgarsvæðisins til dæmis, ekki til landsbyggðarinnar. En nú lentum við í rafmagnsleysi hér þegar kom högg á Suðurnesjalínu í tenslu við jarðhræringarnar á Reykjanesi. Já, algjörlega, við sjá og heita vatnið sem fór af Keflavík. Sko, við höfum hérna búið allt og lengi verið þeirri stöðu að halda allt verið mjög góðu lagi þegar kemur orku. Hér verið nóg orka, þetta svona, menn hafa farið út í heim og sagt að nóg orku á Íslandi, bara koma og gera og græja og ekkert mál og hérna nóg heitt vatn og nóg öllu. En svo bara staðreynd málsins að það ekki þannig og þarfur utan þessi dreifingu orku líka í einhverjum ólestri í þeim dreifðari byggðu skilst mér. Þar sem að menn hafa búið við að svona afskekktri stöðum að geta ekki haft tryggt rafmagn. Og þarf ekki að vera lengra en á Suðurnesin og til dæmis þegar þau tóku Svartsengi út þarna einn daga því voru hrættum að möstrin myndi bráðna eða eitthvað. Þá þurftum við að slökkva á Vestmiðjunni hjá okkur, það þurftum að slökkva á Vestmiðjunni, Steinulla-Vestmiðjunni á Króknum og svona. Þetta hefur áhrif allt land. Þetta hefur áhrif allt land. Og reyndar í hjarta Vestmiðjunnar, í Díkot, vissi ég að þeir þurftu að vera viðbúnir því það myndi rafmagnið fara af og þar alls konar keyslur í gangi og svona. Þannig að þetta að færast nær okkur á En heldur þú að þetta geti haft áhrif í forsetakosningunum? Það getur einhver leyti verið en hérna ég held að þetta skiptir mjög miklu máli fyrir komandi þingkosningar og þann þingmeirihluta sem verður til eftir kosningar. Kristrún Frostadóttir að boða það á næstu 10 árum að það verði aukin hér raforkuframleiðsla stórlega. Og það er nefnilega áhugavert að Samfylkingin undir stjórn Kristrúnar Frostadóttur að færa sig á miðjuna frá vinstri og hérna í uppalega þegar Samfylkingin verður til þá hugmyndin að sameina hérna 4 flokka til vinstri í nýjum flokki sem að var svona dálítið miðjusinnaður, miðjusækin og hafði erfið með eitthvað 30% fylgi en að hrun, það eftir hrun þegar Jóhannestjórnin tekur við og með því öllu sögunum sem við þekkjum og svo afhróði í kosningunum 2013 og ný fórusta í flokknum tekur við og færist málflutningunum rosalega komið mjög mikið til vinstri og áslag á utan náttúruvernd og hitt og þetta en fylgir lítið og nú ný fórusta og hún að færa flokkinn inn á miðjuna og það núna nýjar áherslur í orkumálum. Fylgir ykkur upp og óþekkadeildin segir svo úr flokknum og Kristrún stjórnaðu þessu öllu. Og innflytjendamálin, annar pól þar sem maður verið að færa Samfylkinguna nær því sem að Sjálfstæðisflokkur stendur fyrir og framsókn. Nær því sem að norrænir jafnaðarflokkar standa fyrir? Algjörlega, þannig að skilja þarfir atvinnulífsins. Aðgerðir Stoltenbergs í Noregi að skila ríkissjóði þar núna gríðarlegum fjármunum vegna þeirra stefnu sem að þeir settu í raforkumálum og olíunni reynda líka. En svona umræða eins og hjá Kristrúnu og þeim sko, hún mjög þörf. Og fólk tali sko raunveruleg mál á raunverulegan hátt vegna þess að það svo mikið að bulli í umræðinni á Íslandi eins og þetta með orkumálin. Maður svo sama fólkið sem að skrifar á samfélagsmiðla sko gegn orku og gagnaverum að nota gagnaverum leiðar að skrifa að það líka á móti eldi í sjó og vill landeldi, en samt á móti sko því að virkja vegna þess að þú ert ekki með landeldi nema nota tölvöld mikið orku. Þannig að sko þversagnirnar í umræðinni eru svo ótrúlegar og við erum bara ekki nógu duglega að koma, margir að reyna og smá saman það vonandi að komast í gegn
að hlutinni eru ekki eins og þetta fólk ranglega að halda fram. Mér langar að segja bara mjög mikilvægt sko. Brandar, ég veit ekki hvort það sannur, en mér var sagt að leiðsögumaður í Vestmanni með fullan bát af útlendingum, sínaði fuglabjörgin, hann hefði verið spurður hver sér að fóðra fuglana? Þessu sýndi manni sko hversu borgarbúar eru svo oft bara fyrtir, þeir ekki alveg í tengslum við sko Það minnir á íslenska tónlistarmanninn sem að sá vindmyllurnar í Danmörku og sagði það hlýtur að þurfa rosalegt rafmagn til að knýja þetta á. En allavega, já, það svolítið svona þessi munir á höfuðborgarsvæðinu og landsbyggðinni varðandi atvinnulíf og annað, við erum ekki alltaf að tala saman. Nei, en svo eru margir á höfuðborgarsvæðinu sem eru alveg með þetta á hreinu og svo eru ykkur á landsbyggðinni sem, þetta fólk ekki sömu skoðunar, en mér finnst bara við þurfum ekki að rætta þessi mál svona út frá staðreyndum með minna út frá þessu bulli sem í umræðinu. Mér langar til að ræða eitt mál svona rétt í lokin sem nú alls ekki neitt gaman mál. Það varðar öll þessi mannslát sem hafa verið tilkynnt, þessum grunuleikur á að mannsdráp sé að ræða, morð. Þau voru 5 á síðast ári, ég held að þau geti nálgast 4 nú þegar. Erum við að horfa upp á meiri hörku eða einhverja þjóðfélagsbreytingar hvað þetta varðar á Íslandi? Manni fannst einhvern veginn eins og að morðmál væru stórtíðindi og gerðust kannski einu svona ári eða hvað það var hér áður. Nú þetta síðustu helgi held ég 2 mál. Já, þetta alltaf þessi harði fíkniefnaheimur og eitthvað svona rosaleg firring og eymd sem fylgir því gerir ráð fyrir. Og ég býstu að, þú veist, eitthvað að þessu tengist því, fíkniefnanotkun, innheimtu skulda og eitthvað svona. Og ég held að þetta kannski unga fólk sem að leiðist út í þennan heim, það hefur óhugnarlega fyrirmyndir sem eru, þú veist, glæpamyndir og það allt saman. Við vitum að óeldin í Svíþjóð, þar sem svona fíkniefna gengi, stundum að erlendum uppruna, hafa farið með miklu valdi. Eru að sprengja upp húsnæði og hvað eina? Já, og aftökur og hvað eina, þannig að þar hefur mikið óeld. Mér skilst að í Noregi þá sjáum við aukningu í morðum. Þau séu mun fleiri þar sem af ári í Noregi heldur en allavega las í Morgunblaðinu. Já, og ekki Dómabókin. heldur en svona meðal ári. Svo að segja, afbrotafræðingarnir, við vitum ekki hvort þetta einhver stígandi eða bara einhver svona tilfallandi, vonandi það nú það, en þetta veldur fólki ákveðinni skelfingu að horfa upp á þetta og sérstaklega þetta tengt við innflytjendamál. Þetta hafa þetta líka komið upp mál sem að tengjast bara eins og andláti barns í Kópavogi í fyrra á annað sem að virðist slík hörmung. Já. Halldór, hvernig horfir þetta við þér? Nú starfað þú til dæmis með fólki af erlendum uppruna í þínu fyrirtæki og það hátt hlutfall fólks af erlendum uppruna á Vestfjörðum, en við heyrum ekki af morðmálum þar. Nei, sem betur fyrir ekki og vonandi ekki, en það fólk auðvitað allt bara kemur til að vinna og bara margt að því hefur nú þegar sest að, jafnvel að keypt sér fasteign. Það hafa orðið til hjónabönd inn á vinnustað, eða sem sagt vegna vinnustaðarins, fólk meira segja úr ólíkum áttum, ólíkum löndum, eignast börn og svo framvegis. Þetta eru Íslendingar að hafa aðlagað sig, en þetta kemur inn á það sem að mér finnst við þurfum að fara að tala að miklu meiri alvöru, sko, ekki forðast að segja hlutina eins og þeir eru. Og þetta eru Svíar farnir að gera í miklu mæli og Normenn líka. Að Ísland, við erum tæplega 400.000 manns. Og við erum bara, ef við ætlum að halda áfram að taka á móti svona mörgum, að þá hólum við þjóðina að innan. Og auðvitað viljum við gera allt fyrir alla, en það er bara takmark fyrir hvað svona lítil þjóð getur gert. Og við verðum bara að vera með real politík í því. Og þessi aukna harka, hún tengist auðvitað svona gengjadæmum og alls konar, og ég heyri það alveg. Ég myndi gjarna vilja að lögreglan tjáði sig meira þetta, en væntanlega getur hún það ekki. En maður svona heyri það og getur lesað á milli línan að harkan hefur aukist verulega og það hefur orðið mjög mikil breyting bara á nokkrum árum. Ég hef verið í Stokkhólmi,
þar sem við vorum beðin að fara ekki út á hótelin eitt kvöldi vegna þess að lögreglan hafði varað við og þá nótt voru 2 morð framin í Stokkhólmi, þá nótt reyndar ekki nálægt hótelinu en þetta er að gerast og við verðum bara að vera með augun opin gagnvart þessu og verðum bara að gera meiri kröfur hérna. Við skulum vona að þetta verði ekki svona hinn daglegi veruleiki hér. Þetta er mál sem er sjálfsagt að setja á dagskrá þegar forsetaframbjóðendur koma. Baldur Þórhallsson er hérna hinum við í þilið. Ég þakka ykkur kærlega fyrir komuna. Stefáni Óskarsdóttir, prófessor í stjórnmálafræði og Halldór Halldórsson, forstjóri Íslenska Karlþörungafélagsins. Baldur Þórhallsson, eftir örfá sekúndur. Hvert skref skiptir máli. Frá okkar fyrsta til okkar næsta. Allt skiptir þetta máli og kemur okkur lengra en við töldum mögulegt. Toyota. Förum lengra. Þegar 2 af ástsælustu vörumerkjum þjóðarinnar taka höndum saman verður til bragð upplifun sem enginn getur staðist. Sirius ísblóm með salt karamellu kurli. Blanda sem þú verður að prófa. Vorið kallar á Plan. Bókaðu landslagsráðgjöf og fáðu aðstoð við að plana framkvæmdirnar í garðinum eða hanna hellulagða innkeyrsluna. Bókaðu tíma á bmvallá.is. Hekla. Njóttu þess betur að grilla í sumar með Weber. Það jafnast einfaldlega ekkert á við það. Weber á Íslandi, weber.is. Þá er komin hingað til mín Baldur Þórhallsson, stjórnmálafræðiprófessor og forsetaframbjóðandi sem að leiðir í þeim könnunum sem að Prósent hefur gert fyrir Morgunblaðið síðustu vikur. Hann ætlar að sitja hér fyrir svörum næstu mínúturnar. Velkomin, Baldur. Takk fyrir og gaman að koma til því. Já, þakka þér fyrir komuna. Þú, eins og ég segi, leiðir í þessum könnunum hjá okkur. Þú ert að etja kappi við fyrir forsætisráðherra, einn vinsælasta stjórnmálamann síðari tíma á Íslandi. Hvernig lestu í þessar tölur og svona kannski út frá þessum ferðalögum ykkar félagsum landið? Já, sko, þegar okkur fóru að berast áskoranir að stíga fram upphafi árs, sko, þá urðum við bara að meta þetta okkar eigin forsendum og þess ákall sem við upplifðum og ég var aldrei að velta öðrum frambjóðendum fyrir mér. Maður fer bara fram á sínum eigin forsendum og við kynnum okkar sýn á embættið, þannig ég hef ekkert verið mikið að velta því fyrir mér. Þessar kannanir náttúrulega eru bara þessi mælistika á þessum tímapunkti. Það getur margt gerst í því, kosningabaráttunni er rétt að byrja, en við upplifum mér finnst ég eiginlega þurfa að segja sko ótrúlega mikinn meðbyr, bara vaxandi meðbyr út á landi. Ég er alltaf svo hissa, ég er ennþá þar. Við erum nú búin að ferðast sko meginþorra Suðurlands, Austurland og Norðurland, halda á annan tug opinna funda, þar sem við bjóðum með kaffi og vöfflur, oft fullt hús. Svo erum við heimsækja heimili aldraða, fyrirtæki, stofnanir og það er svo veltekið á mót okkur. Og ég er sko að reyna að taka líka bara einfallega inn það sem fólk er að segja embættið, hvað fólki finnst mikilvægt og er alveg að taka það með mér og mun taka það með mér í farteskjunu að Bessastöðum ef að mér er trist fyrir embættinu. En hvað drífur þig áfram í framboðsett þetta? Það geta ekki bara verið áskoranir, það verður einhver innri köllun að eiga sér stað, ekki satt? Jú, það er mikið rétt hjá þér og ég hef verið að vinna til dæmis að mannréttindamálum í yfir 30 ár. Og það hefur verið... Á hvaða vettvangi er það? Það er á vettvangi samtakana 78, hinsegin málefna, en ég er líka unni mikið að jafnréttismálum innan Háskóla Íslands. Ég var líka ein tíma að vinna bara á vegum mannréttindaskrifstofu Íslands, þannig það hefur verið að sinna mannréttindum allra í samfélaginu sem ég legg á. Ég líka brenn mikið fyrir alþjóðamál, eins og við höfum rætt hér hjá þér, og það hefur aldrei verið eiginlega vandasamara, en minnst ekki verið svona vandasamt í marga áratugi að vera lítil ríki í þessum heimi stríðsátaka. Og mig langar einfaldlega að bjóða fram mína þekkingu á hvernig lítil ríki geta farið að því að tryggja hagsmuni sína og láta til sín taka.
Og það hlutverk forsetans að þínum að ekki bara forsætisráðherrans og þeirra sem að mynda þingmeirihlutann eða sitja á þingi á hvernig tíma? Forseti á að leggjast á árarnar með stjórnvöldum að tryggja hagsmuni Íslands og láta gott á okkur leiða. Það einfaldlega raunir hver sem gegnir embættinu tali erlendi sem að talar á loftslagsráðstefnum eða hafréttarráðstefnum, það forseti tali þá á hann hlustað og mér finnst að ég vil nýta þetta meira til þess að bara vera í liði með stjórnvöldum. Finnst þið Guðni ekki hafa gert nægt? Jú, hann hefur staðið sér mjög vel hvað þetta varðar. En þú segir að mig gera meira af því? Já, það er svona, ég lít svona til Ólafs Ragnars hvað þetta varðar, hvað Ólafur var skeleikur talsmaður okkar í alþjóðamálum. Guðni hefur einbeitt sér til dæmis að lýðheilsumálum og velferð allra í samfélaginu. Allir forsetar hafa sína forgangsröðun. Það er eitt af þessu sem ég finnst til dæmis mjög mikilvægt, það er að forgangsröða. Og svo ég nefni síðast að þú spyrir hver er köllunin, það er þessi bara sinna mannréttindum allra í samfélaginu. Það er alþjóðamálin að leggjast á árarnar með stjórnvöldum og það er líka að mér finnst að rauninni bóndinn á Bessastöðum að eigi að líta yfir axlitar á þingheimi til þess að þingheimur telji ekki að það sé bara sjálfkrafa afgreiðsla á lögunum sem lenda til undirskriftar hjá forseta. Hversu mikið á hann að hafa augun á því að nú hefur málskotsrétturinn auðvitað verið nýttur í raun og veru í 2 málum, fjölmiðlamálunum og svo í Icesave-málunum. Finnst þér að þeir að útvíkka þetta eða að ógnin af forsetaembættinu gagnvart þingheimi þurfa að vera virkari? Ég myndi byrja að segja að þingræðið ræður för í öllum megin atriðum. Í dagstali er ákvarðanatöku og lagasetning og Íslandi ræður þingræðið för. Það er þannig bara hefðin og venjan og stjórnskipanin, það á að vera. En eigi að síður er mjög mikilvægt að þingið viti að á Bessastöðum siti forseti sem er tilbúin til þess að virkja málskotsréttin ef að þingið einhverjum orsökum fer fram úr sér. Til dæmis ef að, bara í nefni sér dæmi, ef að þingið ætlaði sér að samþykkja inngöngu Íslands í Evrópusambandið án undangenginu þjóðaratkvæðagreiðslu. Eða ef að þingið ætlaði sér að takmarka réttindi, til dæmis hinsegin fólks. Og ég vil rauninni leyfa mér að segja að forseti eigi... Það þetta gengur í berhögg við stjórnarskrána? Að takmarka réttindi hinsegin fólks? Já, það gerir... En þá ekki dómstólana að afgreiða það mál frekar heldur en forsetans? Nei, forseti verður að grípa þarna inn í ef að þingi fara að brjóta stjórnarskráni. Það er skylda forsetans. Ef að forseti metur lög frá þinginu þannig að þau gangi í bága við stjórnarskrána, þá myndi ég segja honum ber að vísa því máli til þjóðarinnar. En nú eru fleiri mála þeim tóa sem við séð eins og öryrkjadómurinn og fleiri þar sem að í ljós hefur komið að stjórnvöld hafa farið skakt inn í mál, hafa í raun brotið stjórnarskrá á grundvallar löggjöfina. Já, þá hefur það ekki alveg legið fyrir og er umdeilt, skilur þegar það kemur þá eftir á og auðvitað geta síðan og er sjálfsagt að menn og konur láti reyna á mál fyrir dómstólunum að sjálfsögðu. Það sem málskotsréttinum hefur verið beitt, það sem ég nefndi 2004 og svo í Icesave-málum, það var mjög umdeilt mál, það var ekki eitthvað sem að lá klift og skorið fyrir. Nei, en það segir það ég vil ekki taka undir það til dæmis þegar sagt að forseti eigi alltaf að neita skrifundu lög og þá boða raunin til þjóðaratkvæðagreiðslu samkvæmt stjórnarskráni ef að 10% eða 15% þjóðarinnar kalla eftir því. Það er ekkert sem heimilega forseta að gera þetta samkvæmt núverandi stjórnskipan. Ef maður vilja hafa þetta svona þá verður maður bara breyta stjórnarskráni. Það sem forseti lög eru mannanna verk og þingið metur fyrst lögin og samþykkir þau. Við verðum að treysta forsetunum að meta lögin líka á sínum forsendum og ef að til dæmis í tilfelli forseta Ólafur Ragnars með Icesave-samningana, hann mata þannig að þeir gengi gegn heildarhagsmunum þjóðarinnar, aftur myndi ég segja, mat forseta eins og það, þá vísar hann málunu til þjóðarinnar. Mér langar til að færa þess talið einmitt að málskotsréttinum og að því að þú nú meðal annars fjallað þau mál að þinni tíð sem stjórnmálafræðiprófessor. Mér langar til að vísa hér í viðtal við þig sem var tekið 7. apríl 2011 sem að þér er að sjálfsögðu kunnugt var birt á Vísi. Það sem var við að ræða þessi mál sérstaklega. Þar segiru vegna þessara ákvörðunar Ólafs Ragnars að erlend stjórnvöld eigi að geta treyst samningum við ríkisstjórn Íslands en ef að forsetinn gangi ítrekað gegn vilja hennar og Alþingis. Og þú vilt meina að það sé uppi svona stjórnskipunulega óvissa og stjórnmála óstöðuleiki vegna þessa sem að útlendingar getur upplifað.
þetta ekki einmitt dæmi þar sem að hlutirnir voru mjög á reiki? Það var alveg óvíst hvernig EFTA-dómstóllinn myndi dæma. Þjóðin var í heljargreipum þessara skulda vegna Icesave-deilunnar. Þetta gengur í berhögg við það sem þú segir núna yngri forsetans. Nei, alls ekki. Því að þarna ég er ekki að tala þarna sem forseti og ekki forseti ég í dag en forseta frambjóðandi. Ég var einfallega beðinn þarna að leggja mat á það og kosti og galla Icesave-samningana sem allir í samfélaginu voru að velta fyrir sér. Þú segir eftir þessa ákvörðun forsetans þá átta menn sig ekki á stjórnskipan Íslands. Já, en núna talar eins og þetta sé klippt og skorið. Það var það gerði engin ráð fyrir því þegar Ólafur Ragnar erlendis neitar að skrifa undir Icesave-samningana og boða til þjóðaratkvæðagreiðslu. Við semjendur okkar erlendis áttuðu sig ekki á því að það gæti orðið raunin. Það er það sem ég er að tala og það leiddi til ákveðnu óvissu í þessu máli en mat forsetans var að það ætti að vísa málefnum þjóðarinnar en þetta skapaði óvissu í alþjóðasamningunum og viðræðum ríkisstjórnar Íslands við þessa erlendu aðila. Það segir sig sjálft þegar forseti neitar lögum frá þingi. Það er ekki per gagnrýni svert en það skapaði meiri óvissu í málinu á þau tímabil þangað til að þjóðin er búin að afgreiða málið. Studdið þú persónulega samningarleiðina í Icesave á þessum árum? Ég kom aldrei inn að því, inn á það sérstaklega. Ég fór yfir í held ég 2 eða 3 fjölmiðla viðtölum. En þú tókst átt í atkvæðagreiðslunni, er það ekki? Í þjóðaratkvæðagreiðslunni? Jú, ég gerði það. Ertu til að upplýsa hvort þú kaust með samningum? Veistu hvað, ég bara einfaldlega, ég bara sannleika sagt, ég bara hreinlega mamma ekki. Ég hreinlega sagt, bara mamma ekki. Við þurfum að reyna að rifja það upp. Ef það rifjast upp fyrir lok þáttarins, það er bara þannig. Annað mál sem að mér langar til að ræða við þig út frá eiginlega sömu stöðu, þar að segja út frá málskotsréttinum og inngripun og þú rættir Evrópusambandið. Það var rætt mikið stjórnlagaráð og nýja stjórnarskrá árum eftir hrun, meðal annars á þeim tíma þegar þú komst inn á þing sem varaþingmaður Samfylkingarinnar. Þar kallaði þú eftir þessum nýja samfélagsáttmála, nýrri stjórnarskrá sem að legði grunn að endur uppbyggingu samfélagsins eftir eitt mesta efnahags- og samfélagslega hrun síðar ára, svo ég vitni í ræðu þína frá 24. maí 2012. Ertu enn á þeirri skoðun að við eigum að umbylta kerfin okkar með algjörlega nýrri stjórnarskrá eða telur að við eigum að geta notast við lýðveldi stjórnarskrána með þeim breytingu sem orðið hafa frá 1944? Ég var alls ekki að tala fyrir algjöru umbyltingu á stjórnarskráni. Ég var alls ekki að gera það. Ég hef alltaf því talið að stjórnarskráin okkar hafi reynst okkur vel. Það þarf hins vegar að gera veigamiklar breytingar á henni, færa henni til nútíma horfs, til dæmis valdsvið forseta Íslands. Við þurfum að ræða þessi mál og ég vil bara benda á það að Guðni T. Jóhannesson í hverju ávarpinu fætur öðru hefur kallað eftir því að við endurskoðum tiltekin ákvæði stjórnarskrárinnar. Ég er hins vegar ekki hrifinn af því að við reynum að gera þetta allt í einu. Það sýnir sig að það hefur ekki gengið, það hefur mistekist. Ég held að færi miklu betur á því að gera það skref fyrir skref. Það má segja að Alþingi hafi mistekist að endurskoða stjórnarskrána frá 1944. Ég vil nota smáskrifarlíkanið í þessu sem ég kalla svo, að taka eitt atriði fyrir í einu og við gætum til dæmis byrjað á eða þeim ákvæðum stjórnarskrárinnar sem snúa að embætti forseta Íslands. Það er engin ástæða til að umbylta þessi stjórnarskrá því ég tel hún hafi almennt skilað okkur vel en umbót er þar og það held ég bara allir þingamenn sér sammála þó maður kannski deili það hversu viðtakar það eigi að vera. Þú varst að skilja framboðinu og núna bara rétt áður og komst í þáttinn og það er eitt af því sem að menn tala að breyta, það er fjöldi meðmælenda, þetta er allt og lágt viðmið í nútíma samfélagi með 400.000 íbúa. Já, það er eina af þeim ákvæðum sem þarf bara að færa til nútímas. Annað er ákvæðum það í stjórnarskráni að forseti megi leggja fram lög á þinginu. Þetta hefur aldrei verið virkjað og það væri svo mikið breyting á stjórnskipunum forseti gerði það. Það má til dæmis alls ekki, mætti ekki eiga sér stað að mínu mati nema undangengnu umræðu í samfélaginu það. En forsetinn hefur eiginlega forveri forsetans myndað utanþingsstjórn á sínum tíma. Björn Þórðarsson tók við sem forsætisráðherra þegar Sveinn Björnsson sem ríkisstjóri ákvað það. Kristján Eldjárn var komin að því. Er það ekki nánast mikið inngrip í þingræðið eins og það að leggja fram lög? Nei, samkvæmt stjórnarskráni þá ber forseta að tryggja þessi starfandi ríkisstjórn á landinu. Og auðvitað á forseta að gera það á grundvelli meirihluta vilja þingsins.
og það var ekki nema raunni í neyð sem forseti, mér finnst að forseti eigi að grípa til þess neyðarúrræðis að mynda utan þingstjórn. Hann reynir allt áður en að því kemur. Fyrst að miðla málum milli flokka til þess að mynda meirihlutastjórn, það má líka hugsa sér að mynda að það sé minnihlutastjórn meðan þá meirihluta vilja þingsins sem við stundum orðum það þannig að þingi getur þolað minnihlutastjórn sko, það þarf ekki að vera fylgjandi því að meirihluti þingsins getur þolað hana. Sætti við hana, já, þannig að það eru ýmsar leiðir færa til að mynda stjórn áður en utan þingstjórn kemur. En við vitum það til dæmis Kristján Eldjárn, hann talaði mjög skýrt við stjórnmála leiðtogana að hann myndi grípa til þess ráðs að mynda utanþingsstjórn ef að þeir myndi ekki ná saman meirihlutastjórn á þinginu. Og það getur komið til þessa og þetta til dæmis mál sem mér finnst gott að nefna þetta, svo mikilvægt að við ræðum því að mér að sárnar þegar verið að gera lítið úr völdum og ábyrgð forseta Íslands og þegar verið að segja að hann sé ekki pólitískur. Það ekkert embætti meira pólitískt eða meira hápólitískt eins og embætti forseta Íslands. Hann hefur bæði þennan neyðarheimil til að líta eftir þinginu, hann þarf að tryggja sér starfandi ríkisstjórn í landinu og það mörg álitamál líka sem ég langar að nefna sem sjaldan eða aldrei eru nefnt. Hann líka mjög áhrifamikið því að hann getur lagt línur þegar hann setur þingið eða þegar hann ávarpar þjóðina, hvort sem það á 17. júní eða á nýársdag. Mjög mikið eins og Guðni hefur leggja áherslu á einmitt breytingar á stjórnarskráni. En mig langar að nefna formulega valdsviðið að við erum búin að fara yfir þetta málskotsréttin og síðan líka að mynda ríkisstjórn. Það gerist reglulega hjá okkur að á miðju kjörtímabili gangi forsætisráðherra á fund forseta og óski eftir að forseti rjúfi þinguboði til kosninga. Og þá má maður spyrja, á forseti þegar í stað verða við beiðni forsætisráðherra? Ég vil segja, þarna þarf forseti að staldra við. Hann þarf að skoða hver raunverulega vilji meirihluta þingsins. En þingrófsrétturinn ekki í höndum forsætisráðherra? Það getur nefnilega verið þannig að þingið vilji einfallega skipta forsætisráðherra. Það er þessi meirihluta vilji þingsins til að skipta forsætisráðherra eða það komi nýr þingmeirihluti þannig að Tryggva Þórhallssyni fannst hann hafa þingrófsrétt. Ég veit það, en þarna vil ég láta þingræði ráða för. Meirihluti alþingis á ráða för. Það ekki inngrip forseta í störf þingsins vegna þess að samkvæmt stjórnskipan þingið ekki látið greiða atkvæði þingrófið. Nei. Ætla forsetið þá var hingið allar 63 og gera nafnakall. Hann tala við leiðtoga, bara eins og hann gerir, þá tala hann við leiðtoga þeirra þingflokka sem eru á þinginu og metur stöðuna. Þannig að þingrófsrétturinn ekki í höndum forsætisráðherrans, heldur meirihluta þingsins í samtali við forseta. Það má orða það þannig, já. Mér langar aftur til að færa talið að vilja þjóðarinnar. Þú hefur verið yfirlýstur stuðningsmaður inngöngu Íslands í Evrópusambandið langt skeið og ekkert leyndarmál. Nú tók ríkisstjórnin sem settist af völdum 2009 þá ákvörðun að hefja aðildarviðræður við Evrópusambandið með öllu því sem því fylgir og þú þekkir það jafn vel og ég, aðlögun að kerfinu sem að menn fækkuðu embættismönnum út í Brussel og hófu þetta í raun aðlögunarferli þá þegar. Hefði ekki verið eðlilegt við þær aðstæður, sérstaklega í ljósi þess að annar meirihlutaflokkana hafði heitið í þingkosningunum 2009 að það yrði ekki sótt Evrópusambandsaðild ef þeir myndu komast til valda. Vinstri grænir sem höfðu 14 þingsæti á móti 20 þingsætum Samfylkingarinnar. Hefði ekki verið lang eðlilegast að forsetinn gripi inn í og tryggði þá að þjóðin geti sagt skoðun sín á því hvort að það ætti að hefja þessar viðræður yfir höfuð. Forseti hefur ekki aðkoma því. Forsetinn áhrifamaður, þú segir að hann geti lagt línur. Já, hann hefur ekki áhrif á það þegar stjórnvöld fara að leita eftir samningu. Það er rauninni tvennt sem kemur inn á borð forsetans. Það er annars vegar bara lög sem Alþingi samþykkir og alþjóðasamningar. En finnst þér að meirihlutin í þinginu eigi að bera það undir þjóðina hvort að það eigi að fara í viðræður áður en þær hefjast eða aðeins í lokin þegar aðlögunin sjálf hefur gengið garð? Mér finnst til dæmis mjög gott og ég held að ég fari rétt með að þeir flokkar sem eru hlindir inngöngu Íslands í Evrópusambandi, ég held þeir hafi allir á sinni stefnuskrá að það eigi að ákveða, ef það ætti að taka upp aðildarviðræður á nýju, þá ætti að gera það í þjóðaratkvæðagreiðslu. Að þetta verði þá 2 skref, að ákveða að hefja aðildarviðræður á nýju og svo að samþykkja aðild. En ég tek þetta sem dæmi, þetta er svo mikið gjörbreyting á stjórnskipan landsins ef við myndum ganga í Evrópusambandið að ég í embætti forseti Íslands myndi aldrei til dæmis samþykkja að þingið myndi samþykkja að gangi í Evrópusambandið án undangenginnar þjóðaratkvæðagreiðslu.
Það má alveg líka velta fyrir sér hvort allir aðildina Evrópska efnahagssvæðinu á sínu tíma hefði átt að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu. Ég hef skoðað það mjög ítarlega bara í mínu fræðastörfum, tók ítarlega viðtöl við Vigdísi og ráðamenn á þeim tíma. Vigdís komst að þessari niðurstöðu að kostirnir með EES væru meiri en gallarnir. Allt er umdeilanlegt. Þetta er annars, það er stórt mál sem má vel velta fyrir sér hvort það hefur heima hjá þjóðinni. Annað er stórt mál af því við erum að tala alþjóðasamninga. Það er aðildin að NATO 1949 sem er svo stórt mál að það fyrir miklu betur á því að þjóðin hafi loka ákvörðun í þessu mál. Hefði Vigdís átt að vísa EES-samningnum í það er ekki hægt að fara svona aftur í tíman og segja hefði ekki átt að gera í ljósi sögunar. Ég vil bara vísa til þess. Var þetta ekki mál sem átti þannig erindi við þjóðina að þjóðin hefði átt að hafa það má vel færa rök fyrir því. Vigdís hins vegar lá yfir málinu í marga mánuði og hún útskýrði í sérstaklega yfirlýsingu sem var bara í annað skipti sem forseti Íslands sendi frá þessu yfirlýsingu það hvers vegna hún samþykkti lögin og tók til dæmis tillit til þess að sagði ég meðal annars skrifa undir lögin vegna þess að EES-samningurinn veitir ungu fólki tækifæri að ganga inn í menntastofnanir í Evrópu. Alveg óháð því. Er það ekki þjóðin sem á að hafa sjálfsákvörðunarrétt svona mikilvæg mál eins og aðild að Evrópusambandinu, EES eða NATO? Klárlega til dæmis NATO og Evrópusambandi og þess vegna finnst mér það mjög bara góð spurning hvort að það hef ekki átt að vera þannig líka með EES-máli á sínum tíma. Þú nefnir þetta, ég verð að lesa þetta upp varðandi Evrópusambandsaðildina úr þingræðu frá 24. maí 2012 segiru. Það er gaman að rifja þetta upp. Þetta eru góða ræður og ég er búin að lesa þær allar. Skyndilega er eitthvað komið á línuna og tekið þéttingsfast í. En veiðimaður óttast það svo mjög að sprungið dekk sé á endanum en ekki stórlags að hann slítur á línuna í óðagoti en landar ekki aflanum. Það er sorglegt að horfa upp á það að hluti þingheims vill koma heim með öngulinn í rassinum. Í því felst hvorki djörfungni diska, við þurfum að ljúka þessum aðildarviðræðum, við verðum að sjá hvað stendur til boða, þá fyrst er hægt að greiða atkvæði aðildarsamning. Varst þú að fullu sáttur við það að þessi meirihluti sem að þú sast á þingi fyrir skildi farið þessa vegferð án þess að spyrja þjóðina? Í ljósi þess að Vinstri grænir voru alfarið Steingrímur J. lofaði því kvöldi fyrir kosningar að það ekki farið aðildarviðræður ef hann mynda meirihluta. Voru það ekki svik við þjóðina? Ég ætla ekki að fara að meta það eða hvort að Steingrímur J. það við svikið þjóðina eða ekki. En þetta er bara það stórt og mikið mál að og í ljósi þessara reynslu þá er mjög eðlilegt að þessi spurning komi upp og ég hef lengi rauninni verið á þeirri persónulegu skoðun að þjóðin eigi hafa loka orði í þessu máli. Það burtsér frá mínu persónulegu skoðun í málinu eins og kemur klárlega fram í þessu sem þú ert að lesa, þessari skemmtilegu lýsingu sem þú ert með þarna. Þetta er mjög ég er að segja það þjóðin eigi að hafa loka orðið og er það vonandi algjörlega samkvæmt sjálfum mér sem ég segi í dag að þjóðin á að hafa loka orðið í þessu máli. Þá langar mig aftur til að spyrja vegna þess að hér er önnur ræða sem að varðar málþóf sem að minnihlutin stóð að í þinginu á þessu sama tíma þegar þú sást á þingi. Mér finnst þú gaman að heyra þú að telja upp þessar ræður, veist hvað ég held að mig telja á fingur beggja handa hvað ég sat fáa dag á þingi. Það veit ég líka, ég ætla ekkert að vera að gera mikið úr því. Þetta er svo merkiðar ræður og við verðum að fara í gegnum það. Það er skemmtilegt. Hér segiru að út af málþófinu að þér líði eins og gíslinni í þinginu eftir fáa daga út af þessum málþófi en ef gömlu hagsmunagæsluflokkarnir vilja halda þessum málþófi áfram, halda áfram að vera málpípur auðmanna, þá þeir það. Þeir mega halda áfram fram eftir sumri, leyfum þeim að tala, láta og tala og svo munum við svara þeim. Hvernig horfir á þingi í dag? Nú eru þessir gömlu hagsmunagæsluflokkar, Framsóknarflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn sérstaklega sem að þú ert að vísa í þetta gerir ráð fyrir. Eru þetta hagsmunagæsluflokkar auðmannanna? Hvernig nálgast forseti samskipti við slíka apparöt? Forseti nálgast bara vinnur alltaf þverpólitískt. Forseti má aldrei vinna flokkspólitískt. Ég vil kalla þessi mál sem forsetin sinnir pólitísk, en þau eru þverpólitísk, en aldrei á flokkspólitísku forsendum. Og ég hef bara alla tíð held ég í mínum skrifum, sérstaklega skrifum og svona þegar ég fengið sem álitsgjafi, tala bara virðingu fyrir öllum stjórnmálamönnum, stjórnmálaskoðunum og flokkum og ég mun halda því áfram. En á sama tíma er mjög mikið að hafa í huga og það á við alla flokka. Að mér grundvallaratriðið að forseti rækti það hlutverk sem er skýrt kveðið á í stjórnarskránni
að forseti hafi eftirlýst hlutverki að gegna með löggjafarvaldinu og framkvæmdarvaldinu. Hann eigi að veita þessum aðilum aðhald og það mjög mikilvægt sem bara kom í ljós til dæmis hjá Ólafi Ragnari sem betur fer reynir ekki ofta á þetta og þá nefnilega lykilatriðið að rétt að líta yfir axlirnar á þingheimi til þess að þau fari ekki fram úr sér. Ólafur andaði honni í hálsmála á þeim segja sem ég ætla að líta yfir axlirnar. Mér langar til að spyrja þig að því að þegar þið tilkynntu framboðið þú og Felix þá var augljóst að þið teflið ykkur saman fram. Þú hefur og lést þá þau orð falla í kjölfarið að þið hafið jafnvel í hyggju að skipta að einhver leyti með ykkur verkum. Ég hef rætt við sérfræðinga í stjórnskipunarrétti sem að telja að þarna séu menn á hálum ís. Við kjósum okkur forseta, hann á maka eða ekki, við höfum dæmi hvoru tveggja í sögunni. En hefur forsetinn leyfi til þess að skipta þeim verkum sem honum falið á einhvern annan, hvort sem það maki hans eða þriðji aðili? Þarna einhver misskilningur á ferðinni eða þá að ég hef ekki talað rétt. Þess að við höfum núna verið að tala völd forsetans, formlegu völdin eru náttúrulega klárlega bara í höndum þessi gegnir embættinu. Þegar kemur á alþjóðasamskiptunum sem við líka rætt aðeins það er algjörlega í höndum bara forsetans en ekki maka. Þegar kemur hins vegar að umræðum í íslensku samfélagi, að ræða íslensk samfélag, þá sjáum við hvernig makar forseta, núna ef við nefnum þau bara síðustu, Guðrún, Katrín, Dorrit og Elísa hafa komið með öflugum hætti inn í samfélagsumræðuna. Dorrit til dæmis svona leiðandi sendiherra þegar kemur íslenskri menningu erlendis, þegar kemur íslensku bókmenntum, fyrir allar helstu bókmenntahátíðir í heimi til að tala fyrir okkar menningar arfi. Okkur finnst einfallega best að koma hreint fram hvað þetta varðar. Þegar kemur að þessum málefnum innanlands sem eru aftur þverpólitísk, ekki flokkspólitískt, þá erum við að forgangsraða tilteknum málum og Felix myndi vinna með mér að þessum málum sem eru velferð barna og ungmenna, mannréttindi allra í samfélaginu og forsetinn á alltaf að standa þétt við baki á þeim sem höllum fæti standa. Og við erum einfallega að í þessum málum að segja við teljum að við séum öflugt teymi og með okkar bakgrunn í þessu, okkar mannréttindar baráttu, Felix verið að vinna mikið af málefnum barna og ungmenna, hann er búin að ferðast í flesta grunnskóla landsins að fjalla málefnum barna og ungmenna, við viljum taka þessa reynslu með okkur og bjóða upp á hana og við höfum draum, við eigum með draum, það þegar kemur að málefnum barna og ungmenna, að draumurinn að við stöndum fremst meðal þjóða þegar kemur að málefnum barna og ungmenna. Rétt eins og við stöndum fremst meðal þjóða þegar kemur að jafnréttismálum, þó vissulega megi en gera þar betur. Finnst bara einfallega að forsetinn geti, og þá maki hans í þessu tilfelli, geti til dæmis tekið einu skrefi lengra á þess að ganga á löggjafarvaldið eða framkvæmdarvaldið, til dæmis að kalla hópa saman í Bessastaðastofu til þess að ræða alla þessa góðu ólíku hópa sem eru til dæmis að taka á aukinni vanlíðan ungs fólks, að taka á geðheilbrigðismálum ungs fólks, að taka á vímuefnavandamálum. Tölum umræðu og umræðuhefð, því að það er eitt af því sem hefur verið rætt opinberlega og það varðar framgöngu þíns ágætamanns á samfélagsmiðlum, þar sem hann hefur oft á tíðum gert nokkuð stórirtur, svo ég leyfi mér að segja bæði á Facebook og Instagram. Hann kallaði til dæmis núverandi forsætisráðherra Ítalíu fyrsta kvenkyns fasistan sem að gegni því embætti þar í landi og hér er annað kvót sem að mér langar til að lesa stuttlega. Þið sem eru í yfirlætislegu umburðarleita að verja málfrelsi manna eins og ritstjóra Morgunblaðsins, vinar hans, menntaskólakennarans, skáldsins í Skerjafirði, miðflokksmóra og annarra dreggja samfélagsins, ættu að prófa að setja ykkur í spór fólk sem bara að reyna að komast í gegnum daginn eins og við hinn, en byrjum við mikið óöryggi og hræðslu tilveru sína vegna vaxandi andúðir í samfélaginu. Andúðar og ofbeldi sem einmitt skapast vegna skrifa þessara manna og aðgangs þeirra að stórum miðlum til að spúa fáfræði sinni og hatri. Þetta er fullkomlega óþolandi. Hann hefur líka látið risastór ummæli falla fræðimanninn Jordan Peterson sem að margir kunna við og lesa eða fylgjast með. Er þetta ekki dálítið erfitt veganesti inn á Bessastaði þegar að svona munnsöfnuður hefur verið viðhæður menn og málefni? Nei, alls ekki. Ég nú þannig gerður, ég nú ekki að líta yfir axlirnar á Felix, þó ég ætla að líta yfir axlirnar á þingheimi, þá ekki að líta yfir axlirnar á maka mínum og hvað hann að skrifa samfélagsmiðlunum. Ég held bara einmitt þetta sýni. Fram og skipta með ykkur verkum. Ekki skipta með ykkur verkum, eða vinna þetta í sameiningu. Þarna Felix einmitt að verja hópa sem honum finnst
hafa verið ráðist harkalega á, hvort sem það var bara hinsegin fólk, samkynhneigðir eða transfólk, tekur hanskan upp fyrir þá, svarar krafti í þessu felst bara málfrelsið, og við tökum upp hanskana fyrir þá sem okkur finnst vera á ráðið, gerum það í okkar mannréttindabaráttu á kröftugan og ákveðin hátt. En ef þér finnst þetta í lagi og að þetta sé til margs það að taka málstæðina smáu og meiddu og hræddu, af hverju einn þá Twitter-reikningnum í upphafi kosningabaráttunnar? Ég held að Felix hafi farið út á Twitter í janúar, sko hann hefur tekið sér hlé áður á Twitter. Já, en hann hefur tekið hlé, hann hefur ekki lokað reikningnum og komið í veg fyrir að fólk geti skoðað hvað hann hefur skrifað. Hann hefur ekkert að fela. Þetta er skemmtilega sko. En ekki eðlilegt að núna þegar þið sækist eftir að komast á Bessastaði að hann opni reikningin aftur þannig að fólk geti átt að sjá. Felix hefur ekki nokkuð skapað hlutafélag, hann fær stundum alveg sko upp í kok af þessum samfélagsmiðlum og tekur sér hlé á þeim, bæði gert það á Facebook og X-inu. Maður tekur hlé með því að slökka á tölvun en ekki með því að Já, ég nú sjálfur ekki, ég er á Twitter, ég mjög lítið á Twitter sko, en sko þetta bara að taka þátt í þessari samfélagsumræðu og þegar við erum í þessari Mun að tala svona áfram? Alveg samfærum mun ekki gera það, enda hann ekki í frambóði þarna eða maki forseta eða bóndi forseta. Tala öðruvísi eða menn eru í frambóði heldur en alla. Men auðvitað þegar við erum í mannréttindabaráttu og ég tekið þátt í mannréttindabaráttu yfir 30 ár og það hefur oft reynt mikið á, ég hef hins vegar alltaf verið maður sko sátta og smáskrefan-nálgurinnar sem ég kalla, að taka það skref fyrir skref, ætlaði sér ekki að gera allt í einu en að ná þessu skref fyrir skref, en það þarf maður stundum. Er það mannréttindabaráttu að kalla Meloni forsætisráðherra Ítalíu kvenkyns fasista? Þetta er manneskja sem að þið eftir að hitta ef að það eru margir stjórnmálaskýrendur og stjórnmálamenn sem hafa því látið þessi orð falla hana. Ég ætla ekki að taka undir þau, það er bara margir og veist það, virt blöð út í heimi tala á sama hátt hana. Þannig að Felix ekkert að segja neitt sem nýtt undir sólinni, menn geta verið andsnúni því, en þetta er skoðun mjög margra á forsætisráðherra Ítalíu. Ég ætla ekki að úttala mig það mál. Þessi barátta hefur að nokkur leyti orðið persónlu og þú þurft að svara fyrir að það hafi verið í gangi sögusagnir af ýmsum toga og þetta þekkir þú. Það hefur verið að reyna að höggva í ykkur með ómálefnalegum og ógeðfelldum hætti veit ég, en það eru ákveðin mál sem þó rétt að ræða og nauðsynlegt að ræða þegar við erum að ræða embættið, ásýnd þess og annað. Nú hafa umræðu verið einhverjar myndsendingar og annað í sambandi við stefnumótaforritið Grindr og annað sem að ég hef ekki áhuga á að ræða kannski í mikilli nákvæmni, en það eru önnur mál sem hafa verið komið fram opinberlega, til dæmis ljósmyndir af ykkur á auglýsingasíðum hjá klúbbum í París og Berlín sem eru yfirlýstir kynlífsklúbbar. Og þetta eru myndir sem ýmsum kannski bregður við að sjá inn á þessari síðu. Er einhver hætt á því að þessi hlutir sem að ég ítrekað er ykkar persónulega málefni og ætti ekki erindi á þetta borð nema vegna þess að þið sækist eftir kjöri til forseta Íslands. Eru þetta hlutir sem að geta skaðað ímynd eða ásýnd forsetaembættisins? Við eins og allir aðrir verðum fyrir þessum kjaftasögum og menn íkja einhverja hluti upp eins og einhver mynd af mér, 10 ára gamla mynd eða ekki meira á einhverjum bar í París sem á að hafa verið á einhverjum sérklungu klúbbi. Þessi mynd með sakleysislegri myndum sem hefur birst af mér, þó ég veit ekki hvað þessi staður gerir í dag, en við erum að verða öll fyrir svona áreiti. Hvernig klúbbur þetta er og þetta eru klúbbar sem eru þekkt? Ég hef ekki hugmyndum þennan klúbbu og ég man ekki eftir að fara á, en það er þessi mynd, þetta er eldgömul mynd og þessi mynd er bara mjög siðsamleg, það er bara ekkert að þessari mynd. Hefur ekki farið þá á svona klúbba á síðustu árum? Ég hef ekkert verið að sækja eftir þessum klúbbum með annað og sko, eitt er sko eins og fræðimannsstarfið eða einkalíf fólks sko áður en að fyrir að gegna embætti og eitt er sko mannréttindabarátta áður en að kemur að þú ferð í embætti þá verður einfallega að tala og vera öðruvísi. Já, við erum ekki mannréttindabaráttu. Ég ítreka það að það er ekki létt verk í sjálfu sér að færa þetta í talin. Ég tel að sé nauðsynlegt vegna þess að á sama tíma og ég tel að þetta séu einkamálefni þá getur þetta haft áhrif á ásýnd embættisins og þess sem því gegnir, ekki bara hér heima, heldur líka erlendis. Ég ætla að benda á það, við Felix hefur nú verið sko í svona
opinberum og óopinberum erindgjörðum fyrir hönd Íslands í áratugi. Þegar ég tala á alþjóðlegum ráðstefnum og fyrir að dvel langtölu við erlenda háskóla sem prófessor við Háskóla Íslands, þá tel ég mig vera óbeina fulltrú íslensku þjóðar. Það er allt leiðum mér að klára. Þegar Felix er búin að vera að leiða farastjóri Eurovision hópsins í meira en áratug og gengt ýmsum hlutverkum, ég veit ekki betur við höfum alltaf komið fram sómasamlega. Ég veit ekki til þess að það hefur nokkuð tíman verið einhver svartu blettur og okkar framkomu og það var nú þáttið sérkjærlegt að það myndi breyta sig við flyttum á Bessastaði. Ég veit ekki til þessi okkar, ég líti á það þannig, ég held árlega, hef hingað til verið að halda 10 fyrirlestra, ég hef verið gestafræðiprófessor við Háskóla beggja vegna Atlantshafsins, oft í mánuðum saman, hálft ár og ég líti einfaldlega þannig að ég þarf að tala með þeim hætti að ég sé fulltrúi íslensku þjóðarinnar, þó ég sé sjálfsögðu ópen, það hefur aldrei varpað skugga á íslensk samfélag eða Ísland okkar framkomu erlendis. Hvernig ætlið að haga baráttunni á næstu vikum? Ætlið að fara fleiri hringi kringum landið eða verðið þið bundnir í útsendingum eins og þessum meira og minna? Já, hvoru tveggja, við höldum hringverðinni áfram. Við eigum eftir Vestfirði og Vesturland, Reykjanesi líka. Við förum á Hveragerði og Selfoss á sunnudaginn. Og svo eigum við eftir að skjóta svona einstaka túra. En mér skilst nú að það sé nú að byrja fyrr þessi sjónvarps- og útvarpsútsendingar heldur kannski oft áður, svo nýtt sem við bætast inn í þessa flóru, það eru öll hlaðvörpin sem eru mjög skemmtileg, þannig það eru auðvitað nóg að gera, en mér finnst skemmtilegast að ferðast landið og tala við fólk, eins og sem ég geri og ég hef gert, ég er alltaf með annan fótinn austur í Rangárvallasýslu, það sem pabbi býr og við fjölskyldan erum með lítið ferðaþjónustu fyrirtæki, ég grínist stundu við kollega mína upp í háskóla, að ég næ betur utanum þær breytingar sem verða í samfélagsumræðinni heldur þeir í skoðanakönnunum. Það fara austur fyrir fjall, þá áttar maður sig frekar á hvernig fylgir að flökta, til dæmis á milli Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks annars vegar og Miðflokksins hins vegar og svo flöktar þetta fram og tilbaka og ég næ betur utanum þetta í samtölu við fólk í sveitinni heldur en kannanirnar. Þannig að forsetinn verður auðfúsu gestur fyrir austan fjall, náðu kjöri. Já, bara vona það bara allt land. Það sem mikilvægast öllu að forsetinn sé fulltrúi þjóðarinnar en ekki ráðandi afl í samfélaginu. Baldur Þórðarson, ég óska ykkur góðs gengis í baráttunni framöndan. Það verður gaman að fylgjast með ykkur eins og öðrum frambjóðendum. Takk fyrir mig. Þá er ekki meira á vettvangi spursmála þennan ágæta föstudag. Við verðum reyndar morgunblaðsmenn vestur á Ísafirði á mánudagskvöldið á borgarafundi, forsetafundi, þar sem Jón Gnarr ætlar að heiðra okkur með nærveru sinni. Þar ætlum við líka að fá góða spekinga í setti til okkar að ræða kosningarnar framöndan. En í næstu viku, hér á vettvangi spursmála, verður það Halla Hrund Logadóttir. Verið sæl.